Trúnó í sjónvarpi Símans Premium, þar sem við fáum einstakt tækifæri. Ég held ég að fengi taugaáfall. Til að kynnast nokkrum af þekktustu tónlistarkonum landsins. Anna Hildur Hildibrandsdóttir hefur starfað í tónlistargeiranum í 20 ár sem umboðsmaður hljómsveita, framkvæmdastjóri Útón og síðar framkvæmdastjóri Nordic Music Export. Á síðasta ári söðlaði hún og gerðist kvikmyndaframleiðandi. Ég spurði hana hvernig það hefði komið til. Þegar maður spurður svona, þá spyr maður sig hvað kom til að ég fór í tónlistabransana, því að ég menntaði mig í bókmenntum og fór svo í fjölmiðla og vann þar að bæði útvars- og sjónvarpsverkefnum og ég setti upp líka leikhús og rak leikhús tíma út í Bretlandi og síðan eiginlega í gegnum heimildaþáttagerð með japanska sjónvarpinu, NHK, ríkissjónvarpinu þeirra, þá kynnist ég Bellatrix sem ég fer svo og fer þannig einhvern veginn inn í tónlistina svona af ástríðu fyrir að mér fannst þetta svo skemmtilegt og gaman að læra þetta og gaman að vera í þessu og það var til þess, þannig að ég er eiginlega að koma tilbaka, þetta er eitthvað konar svona hringur, kannski aðeins öðru hlutverki en þú veist, það hlýðis ekki bara, já. En svo hef ég aldrei séð svona rosalega mikið landamæri á milli þessara greina eins og leikhús, kvikmyndagerð, tónlist, þetta er allt náskylt og vinnur saman. Það sem er líkt er að þetta er allt að í mínu tilviki að því að ég er framleiðandi að koma á framfæri og setja saman teymi í kringum hugmyndir og sögur. Það er það sem er líkt. Dreifileiðirnar og hvernig þetta er unnið og stærði verkefnina, hún er kannski dálítið, það er kannski það sem er ólíkt. En ég allavega sé að það sem ég hef búin að vinna í tónlistargeiranum í 20 ár, þannig að það er búið að vera langur ferill þar. En ég finn alveg að það sem að ég kann þar, það yfirfærist inn í það sem ég er að gera núna sem framleiðandi af sjónvarpsefni og kvikmyndum. Ég er ekki að fara að semja með þér. Og hann eitthvað akkur tölvi heila. Trúnó. Öll þáttaröðin kemur 25. febrúar í sjónvarp Símans Premium. En við tölum lífið og listina í þessum þáttum. Þeir fóru í loftið minnum í febrúar þessi þættir og ég er að gera aðra seríu núna. Það voru 4 tónlistarkonur sem ég ræddi við, Ragga Gísla, Sigríður Thorlacius, Leiló og Emiliana Torrini. Og núna er ég að ræða við 4 kalla og þetta fer í loftið í haust hjá Símanum. Ég er líka að vinna að safni stuttmynda sem á að vera svona safnmynd sem heitir Nordic Trips. Og það er eiginlega hugmyndin sem hratti af stað að ég fór út í að stofna Tatt með Ian Forsyth og Jane Pollard sem eru 2 breskir leikstjórar sem ég þekkt lengi út í Bretlandi og unnið oft með. Og þau eru svona það sem við kallum artistic directors á þessu og ég er að framleiða þetta og þetta er safn af stuttmyndum sem er unnið í samstarfi tónlistamanna og kvikmyndagerðarmanna á öllum Norðurlöndunum. Og hver stuttmynd það er svona ákveðið regluverk sett hvernig hver stuttmynd á að vera búin til. Og Ian og Jane eru þarna mjög áhugasöm að skoða hvaða tungumál er hægt að búa til í kvikmyndagerð þar sem að fólk kemur saman og býr til saman úr ólíkum áttum. Hvort það sé hægt að búa til nýtt tungumál. En alla myndirnar eru að einhverju leyti hver við erum á Norðurlöndunum í dag. Ég hef áhuga á mjög mörgu og er bara svona forvitni blaðamaðurinn er dálítið að gjósa upp í mér aftur þannig að ég er að viða að mér alls konar hugmyndum. Og reyndar, það er ein kvikmynd líka í þróun sem að reyndar Glassriver er að þróa en við erum svona meðframleiðendur í því. Og Sigríður Pétursdóttir er þar að skrifa sitt fyrsta handrit og það er eitthvað sem við erum með þróun sem er svona verður bresk íslenskt verkefni. Það er saga konu sem er á svona hún svona er á einhverjum tímapunkti í lífi sínu þar sem hún tekur stöðutekk og umhverfir lífi sínu. Mér finnst það mjög spennandi.
af því þetta líka svona kona sem á svipuðum aldri og ég og ákveður að gera svona drastískar breytingar og það alltaf spennandi þegar fólk sigurvegarar eftir að hafa gengið í gegnum eitthvað drama í lífi sínu. En þannig að mér finnst bara góðar sögur alltaf góðar sögur og svo bara að finna þeim form, þannig að ég til í að vinna með hvaða form sem og mér finnst líka spennandi að horfa á bara ný form og ólík form, hvernig þau virka, hvort sem að það eru stuttmyndir eða heimildaþáttagerð eða seríur, en á einhverjum tíma sérhæfi ég mig kannski aðeins meira. Nú ég bara alveg galopin fyrir öllum.